Og það eru þessi svokölluðu Panama-skjöl sem núna eru í höndum nokkurra fjölmiðla. Alþjóðasamtök rannsóknarblaðamanna og einhverja þýskara blaðamanna og svo hér fyrirtæki Jóhannesar K.R. Kristjánssonar með einhvern aðgang að þessu og svo víðri. Það er engin listi til. Þeir eru hins vegar búin að fletta upp á stjórnmálamönnum og ráðherrum fram og tilbaka og það er engin fleiri nöfn þar að finna, hvorki nútíð eða fortíð og svo framvegis. Og örugglega eru einhverjir íslenskir þekktir athafnamenn sem tengjast íslensku stjórnmálum með sitt nafn. Þetta ég geng bara út frá því á þess að ég viti það. En það sem að vekur eftirtekt mína er tvennt. Annars vegar að það skuli ekki vera birtar allar þær upplýsingar sem þarna eru, bara tryggt það að almenningur hafi bara aðgang að þessum skjölum og geti þá gengið úr skugga um það sjálfur. Heldur ætla fjölmiðlarnir sjálfur, þessir fáu sem að hafa aðganginn, þeir ætla að matreiða þetta með sínum hætti og hins vegar að þá er ekki fallist á kröfu skattayfirvalda hér að fá aðgang að þessum gögnum. Þannig að skattayfirvöld geti gert ráðstafanir og hafi rannsókn á því hvort að skattaunskot, skattasvik hafi verið ræða. Það er nefnilega þannig að jafnvel þótt menn eigi eignir í útlöndum og jafnvel á aflandseyjum eins og Tortólu, þá er það ekki lögbrot í sjálfu sér. Landsvirkjun á aflandsfélag á Bermúda. Já, það er ekki. Þannig að jafnvel þótt að nöfn séu þar í þessum skjölum er ekki hægt að draga þá ályktun að viðkomandi einstaklingur eða viðkomandi fyrirtæki hafi verið að svíkja undan skatti eða koma sér undan skattgreiðslum hér. En það er hins vegar nauðsynlegt fyrir íslensk skattayfirvöld að fá aðgang að þessu og þau fá hann ekki. En þó ber þessum aðilum samkvæmt lögum að afhenda þessu gögn. Og ég skil ekki af hverju skattayfirvöld hafi ekki farið og krafist þess fyrir dómi að fá aðganginn vegna þess að núna geta fjölmiðlar ekki borið fyrir sig trúnaði við heimildarmenn eða að heimildarmönnum stafi ógn af því að birta þessar upplýsingar eða afhenda opinberum aðilum þessar upplýsingar vegna þess að þau viti ekki hver heimildarmaðurinn er. En á þetta ekki að vera féþúfa? Er það ekki, er nokkur önnur skýring? Þannig að það, ég meina, Reykjavík Media, fyrirtæki Jóhannesar, það safnaði bara á einhverjum, 24 eða 40 tímum, eða hvað það var, síðustu tölur sem maður heyrði voru, þá var þetta komið á 2 milljóna. Ég held að hugmyndi sé nú ekki að gera þetta, að menn ætla að gera sér þetta féþúi. Ég held að þetta sé frekar að menn ætla að reyna að stjórna umræðinni. Og ef að við svona skoðum aðeins hvaða fjölmiðlar þetta eru og hvaða menn þetta eru sem að standa að þessu, að þá sjáum við á stundinni, þá er það Ingi Freyr, það er Helgi Seljan í Kastljósi, það er Þórður á Kjarnanum og hvað heitir hann, skiptir ekki máli. Þetta er allt saman yfirlýstir vinstri menn og eru mjög sterkur félagahópur og það er náttúrulega svolítið ókvæðilegt að svona hópur geti búið yfir svona mikilvægum upplýsingum og ef að þeir ætla sér að stjórna því hvernig þær upplýsingar fara út. En nú skil ég ekki almennilega Kjarnan vegna þess að ég sé aldrei neitt nýtt í Kjarnanum, bara þeir sé að endurprenta, þeir taki ófrjálsri hendi eða frjálsri hendi eftir atvikum og geta þeir heimilda að almennt heldur 90% að þá er bara verið að endurprenta annarra manna fréttir. Þannig að ég er að velta fyrir mér og þarna er Vilhjálmur Þorsteinsson, gjaldkeri Samfylkingarinnar, stór hlutafi held ég og það er alltaf að koma, það eru eiginlega engar auglýsingar þarna og ég veit ekki hvort það eru áskorundir eða hvernig þeir hafa tekjur eða hvort þetta áreiðan er svo hringbraut sem að núna Sigurjón M. Egilsson var ráðinn þar sem yfir ritstjóri í morgun og er væntanlega hættur þá með Sprengisand en
Viðreisn náttúrulega eins og allir vita á vegum á einn eða annan hátt, á vegum vegum Viðreisnar, þannig að hérna, en þar eru þó, þú veist, unnar fréttir og þar skrifar Þorsteinn Pálsson og ég held að Þorgerður Katrín og einhverjum fleiri. Já, ég meina, ég veit nú ekki hvað ég á að segja eftir þessa ræðu, Yngvi. En auðvitað fjölmiðlaumhverfi hér á Íslandi er auðvitað mjög sérstakt. En það er auðvitað, þeir sem vilja breyta því verða þá bara að leggja það á sig í staðan fyrir að kvarta undan því. Þeir verða þá bara, ef að menn vilja breyta einhverju, þá verða menn bara og hafa tækifæri til þess og möguleika, þá verða menn bara að gjöra svo vel að leggja fram áhættufjármuni til að reka það sem að þeir telja séu heilbrigðir fjölmiðlar í samkeppni við aðra sem eru kannski ekki sem þeir telja stundi blaðamennsku sem að þeim ekki að skapi. Það er það eina sem hægt að gera og endanum er það þetta bara lesandinn og áhorfandinn sem ræður úrslitum. Þannig að við getum ekkert verið að gagnrýna. Ég meina, ég get auðvitað gagnrýnt einhver efnistök og hvernig menn standa að einhverjum fréttaflutningi í íslensku fjölmiðlum. Ég get gert það. En ég get ekkert verið að gagnrýna fjölmiðlana fyrir að vera til. Ég held að það séu bara nauðsynlegt. Ég vil hafa sem flesta, ég vil hafa flóruna sem fjölbreyttasta og mér finnst gott að stundin sé til, mér finnst gott að eiga sé til og kjarnin og svo framvegis. Það verður aðeins þá vikar möguleikana á við fáum ólík sjónarhorn. Ég var bara að segja að ég var að velta fyrir mig hver er tilgangurinn þegar ég held að séu bara 4 eða 5 eða 6 á ritstjórn þarna og ég bara verið að velta fyrir mig hver er tilgangur. Ég meina Hringbraut til dæmis, það fer ekkert á milli mála. Það eru bara mjög öflugur hópur margra fyrrum sjálfstæðismanna sem að ætla sér, sem ósátti við að Bjarni Benediktsson sveik það að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu og eru sem sagt, eru Evrópusinnar og vilja koma þeim skoðum á framfæri og nú er búið að þessi fjölmiðill Hringbraut, hann er orðinn til, þetta er orðinn þekktur miðill og nú er aðal tilgangurinn væntanlega framundan er að miðla upplýsingum og vinna málstaðnum fylgir fyrir kosningarnar. Já, ég meina, og það er þeirra réttur að gera það. Ef menn vilja leggja peninga og tíma í að reka slíkan fjölmiðil, að þá gera menn það og hafa rétt til þess og ég skal verja þann rétt. Ég hins vegar dregi í efa að það sé sérstaklega arðbært eða nái þeim markmiðum sem að menn að stefna að gera það með þeim hætti eins og þú ert að lýsa. Ef að menn fá kannski 5 þingmenn og geta verið vogaraflið í stjórnarmyndunni,